Já, Gunnar Eðar, það er 3-1 sigur niðurstaðan. Hver er bara svona fyrstu yfirrið? Bara góð náttúrulega. Góð að hafa náð loksins í sigurinn og ná þessi 3 stig en þangað til á 70. mínútu eða hvað þetta var sem við skoðum fyrsta markið okkar, eða 60. eitthvað, það var bara skelfileg. Ég hef bara aldrei séð okkur svona liðlega og ekki tempo á neinu og það er eins og við værum einhvern veginn bara að bíða eftir leikurinn að vera búinn, fannst mér. Og það hefði ekki bara 1 eða 2 leikmenn, það var bara allt liðið og við talaðum henni í hálfleik að liðið sem myndi út af því að mér varst þeir ekki heldur verið að gera neitt, þetta var einhver leikur sem var bara ekkert að frétta. Ég sagði það, liðið sem skora fyrsta markið í þessum leik, þeir munu vinna hann leik. Þá munu hinir brotna, það er bara þannig. En vá, karakterinn að sýna okkur að bara koma basically strax bara í næstu zónu eftir að þeir skora hana og ná í jafna og svo bara einhvern veginn keyra basically yfir það sko. Það er eins og við þurftum að fá mark í andlitið til þess að allir kveikja á sig einhvern veginn sko. Og við vitum það, þegar við kveikjum á okkur og erum allir onna þá erum við bara helviti góðir sko. Svona enn eitt markið sem þið fá okkur eftir fast leikadrið, ekki gera fyrir að þú svona kannski svektur að fá einmitt enn eitt markið úr fastu leikadrið? Já, auðvitað maður svektur bara að fá mark á sig og þetta er náttúrulega bara allt einhvern veginn mjög skrítið. Þetta er ekki sko skalli og mark, þetta er einhvern veginn skalli og flikk í eitthvað og enda svo inni sko. Þannig að ég ætti að fara betur yfir hvernig þetta gerði sko. En bara, þú veist það, karakterinn í strákunum mínum að koma tilbaka og gera þetta svona vel sko. Því að við fengum alveg mun fleiri farin þessi 3 sem við skorum úr sko. Og þetta er alveg auðvitað getur verið stærra sko. En bara ánægð með okkur og gott að fá loksins sigurleik. Og Valdimar komst á blaðið í dag, átti einmitt frábært skot aðeins fyrir leikni sem var varið stórkostlega. Hvernig var svona að sjá hann skoran loks? Já, bara frábært, náttúrulega bara geggja að við séum að skora en auðvitað viljum við það að þessi fremstu leikmenn að þeir séu að skora svona flestum mörkin og leggja þau upp og mér fannst bara eins og segja, eftir að við skorum þetta fyrsta mark þá fannst mér við bara taka algjörlega yfir innan leik og vorum eiginlega alltaf líklegir í hverju einstu sókn að bæta við þetta sko. Og það er svona það sem ég tek úr þessu síðustu mínútum manni í þessu leik sko, því að fyrir hálfleikurinn og allt fyrir fyrsta markið var bara algjör hörmung, bara sjálf og sér. Og svona þrátt fyrir að það hefði einmitt náð að komast yfir, þá svona voruð þið samt héldu áfram og náðu inn þessu 3. markja alveg í blálokinn. Þú hlýtur að vera svona gríðarlega ánægður að sjá það allan ekki fara að reyna að verja einhvern fengið hlutar í einhvern tíma. Nei, þú veist, við erum bara þannig lið sko, við viljum alltaf meira og mér finnst alveg frábært hvernig það markir þess að við erum boltann á miðjunni og við sáum strákan sem eru að koma inn á bekknum eins og Símon og Viggo og Freysa og Bjössa kom inn hrikalega vel inn í leik og ég er búinn að tala það rosa mikið hjá okkur og við þurfum öllum að halda og þessi strákar sem kom inn í dag og bara í síðustu leik ég treysti öllum til að spila og þeir komu inn og sýndu það að þeir eiga að starta og mér finnst það bara frábært að sjá það og þeir áttu bara þetta mark bara skilið. Fáið áhugavert verkefni í næstum fyrir þar sem að þið mætið Leiknir Reykjavík í Breiðholtinu, mætið Gústa Gylfa og svona New Manji Bounce svona nokkurn veginn hjá þeim, allt svona gengið vel hjá þeim, hvernig svona horfir það verkefni við þér? Já, nú er ég bara ánægður basically að fá bara vikum milli leikja, það sé alveg svo sko. Þetta er búið að vera 4. leikur núna á 15 dögum hjá okkur og það er búið að vera mikið alls konar, get sagt það. Og en svona eftir þessa 4 leiki erum við, við hefðum alveg viljað fá aðeins meira en næsta verkinu, við fáum svona smá hvíld núna helgina og tökum svona næstu daga til recharge en svo erum við bara klárir í það að fara í verðugt verkefni sem verður Leiknir útivelli, eins og segi, Gústi kominn inn og þetta er flott lið. Ég fór á leik IR og Leiknis í gær og maður sá það að þeir spila flotta fótbolta og mér fannst þeir vera betri í þeim leik allavega. Þannig að þetta er hörkulið sem við mætum. Takk fyrir.